nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpað okkur að syrgja ekki eins og þau í óvissu og eilíft líf. Lát okkur vera minnug þess að þú telur daga okkar, svo við megum öðlast viturt hjarta trúna á Jesú Krist. Okkur þessa kveðjustund hér í helgidóminum og láta okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Standa þessi orð. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, hann skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu, héðan í frá og að eilífu. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð.
Svo ritar postulinn: Ekki viljum við systkin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þið séuð ekki hrygg eins og þau sem ekki hafa von. Því ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann: Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga orð, og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í 40. og 9. kafla spádómsbókar Jesaja er að finna texta sem ber yfirskriftina Fagnaðarrík heimför, en þar segir meðal annars: Svo segir Drottinn, á tíma náðarinnar bænheyri ég þig, á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég mun ryðja veg öll mín fjöll og breiðstræti munu liggja hæðirnar. Það er viðeigandi í dag að vísa í þennan fallega ritningarstað loforð Guðs til okkar og óneitanlega kallar textinn fram mynd í hugskotssjónum af ýtu og vegagerð, nokkuð sem hann Ásvaldur við kveðjum hér í dag var ekki alls kostar ókunnugur. Þessi orð úr spádómsbók Jesaja, þetta fyrirheit Guðs, endurómar í orðum Krists í Guðspjallinu sem ég las hér áðan þegar hann segir: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er mikil huggun og von í orðum Krists í Guðspjallinu. Ég hef búið þér stað og þar er nóg pláss, og þegar þar kemur kem ég og tek þig til mín, af því að ég vil að þú sért alltaf hjá mér. Hafðu ekki áhyggjur af því að komast ekki, þú þekkir veginn sem við förum heim, og vegurinn er greiðfær, því að öllum hindrunum hefur verið rutt úr vegi. Það er vegna þessara kjarna í kristinni trú, elsku Guðs og orða Krists, sem við getum þrátt fyrir missirinn, sorgina og söknuðinn gert þessa stund, þessa kveðjustund, gleðistund, fyllta þakklæti og von, vegna fagnaðarríkrar heimfarar Ástvaldar. Að kveðja ástvini er órjúfanlegur hluti lífsins, en það er mikilvægt að kveðja, þakka fyrir tímann, hláturinn, samveruna og öll gleðiefnin. Því það er svo mikil Guðsgjöf að kynnast góðu fólki, að eiga gott fólk í lífi sínu. Í trú okkar og trausti á elsku Guðs og orð Jesú Krists, að hjá honum munum við hittast aftur, felum við Ásvald í Guðs hendur og líf okkar leið. Við byggjum Guð að blessa okkur ókomna tíð og þökkum leið hið liðna. Þökkum Guði fyrir líf Ásvalds, fyrir allt sem vakti honum gleði og hamingju í lífinu. Þökkum störf hans í þágu fjölskyldu og samfélags og kveðjum hann með kærleiki í hjarta og felum góðum Guði á hendur. Látum hugan reika til góðra minninga frá liðnum dögum, leið og við stöldrum við í fáeinum fátæklegum orðum við nokkra leiðasteina á ævivegi hans. Ásvaldur Ingi Guðmundsson fæddist líkt og fleiri menn í Fjárhúsi þann 20. september árið 1930 í Ástúni á Ingjaldssandi. En nú þarf nokkra skýringu við. Foreldrar hans, Kristín Jónsdóttir frá Höfða á Höfðastöðum í Runavíkurhreppi og Guðmundur Bernharðsson frá Hrauni á Ingjaldssandi, reistu nýbýli á Ingjaldssandi árið 1930 og nefndu Ásbrún. Fyrstu byggingarnar voru 200 kinda fjárhús, 2 sambyggð rishús, alls 8 arma. Í hálfu öðru húsinu var innréttuð íbúð og þar fæddust 4 börn þeirra hjóna, en það elsta fæddist á Mýrum í Dýrafirði, þar sem foreldrar Ásvaldar hófu búskap. Að framansögðu má til svansvegar færa að Ásvaldur hafi fæðst í fjárhúsum eins og frelsarinn forðum daga og Ásvaldi leiddist það ekki að eiga það sameiginlegt með Kristi. Ási, eins og hann var nú alla tíð kallaður, var annað barn foreldra sinna, en systkini hans voru í aldursröð Finnur Hafsteinn, Bernharður Marselius, Sigríður Kristín og Þóra Alberta, sem öll eru látin. Á nýbýli er nóg að starfa og Ási fór snemma að vinna við hlið foreldra sinna og systkina. Á eftirstríðsárunum var mikið endurbyggt af húsum á Ingjaldssandi, bæði útihús og íbúðarhús. Það var því nóg að vinnu að fá fyrir unga og duglega menn. Þrátt fyrir að nokkur aldursmunur væri á þeim bræðrunum í Ástúni voru þeir mikið saman bæði í leik og við störf. Þeir voru samrýmdir og uppátækjasamir og margir hafa heyrt sögun af því þegar þeir með skyggnumyndunum og líffræðikennslunni gegnumlýstu landpóstinn á Sandi. Tónlistin skipaði snemma stóran sess í lífi Ása og harmonikkan heillaði hann frá upphafi. Þeir bræðurnir Ásvaldur og Bernharður sátu eins og dáleiddir við vígsluna á Vonalandi
og horfðu á mennina með harmonikuna þegar þeir voru strákar. Þeir voru svo hugfangnir af hljóðfærinu og tónlistinni. En einn þeirra harmonikuleikara var hinn 14 ára gamli Villi. Finnur, eldri bróðir þeirra, gaf svo Ása harmoniku sem að hann og Bernharður skiptust á að stauta sig á og æfðu sig saman. Fullyrti Ásvaldur við mig að þeir hefðu aldrei rifist harmonikuna, heldur hafi æfingar ávallt verið samvinnu verkefni. Ástúnsbræður fóru svo fljótlega að leika fyrir dansi á böllum og á öðrum skemmtunum. Skólaganga Ása var eins og þá tíðkaðist heima á Ingjaldssandi. Eftir að henni lauk fór hann til náms í héraðsskólanum á Núpi og sóttist honum námið vel því hann var góður námsmaður og samviskusamur og ber vitnisburður hans í prestsþjónustubók Dýrafjarðarþings honum gott vitni. Lestur 9, skrift 9 og kristindómur 10. En þá tíðkaðist enn að prestar gæfu einkunn fyrir kunnáttu fermingabarna. Að náminu loknu á Núpi hélt Ási til frekara náms á Hvanneyri, þaðan sem hann lauk búfræðinámi vorið 1950. Það var samheldinn og góður hópur sem útskrifaðist þetta vor, hópur sem hélt sambandi alla tíð og þar tengdust menn vináttuböndum til lífstíðar. Á Hvanneyri smitaðist hann af jarðýtu áhuganum og eftir hann kom heim úr búfræðináminu fór hann að starfa með Guðna Ágústssyni á Sæbóli á jarðýtu. En ýtustarfið og vegagerð átti eftir að verða hans helsta ævistarf. Í vegavinnu fóru þeir Ási og Guðni víða með ýtuna og þó að það teldist ágætis dagsverk að fara með ýtuna frá Sandi að Núpi, unnu þeir á henni allt frá Arnarfirði og inn í Djúp. Eitt af fyrstu verkefnunum var gerð vegarins yfir Sandsheiðina sem var opnað 1952 og svo vegurinn út í Valþjófsdal, en auk vegagerðar og endurbóta sléttu þeir tún fyrir bændur sem enn eru mörg hver í notkun. Árið 1956 tók Ási hið meira bifreiðapróf og stundaði vélvirkjanám í skipasmíðastöð Marsellíusar Bernharðssonar á Ísafirði í 3 vetur og lauk fyrsta og annars stigs vélnámskeiðum í Reykjavík 1959 og félagsmálanámskeiði hjá Ungmennafélagi Íslands 1973. Þá starfaði hann á jarðýtu fyrir búnaðarfélög, ræktunarsamtök og sveitafélög til ársins 1965 þegar hann gerðist verktaki með eigin jarðýtur ásamt Guðna Ágústssyni frá Sæbóli. Á tímabili gerðu þeir út 4 jarðýtur en þeir tóku þátt í lagningu flestra vega og flugvalla sem gerðir hafa verið í vestur Ísafjarðarsýslu meðan þeir höfðu mest umleikis. Auk þess störfuðu þeir við mjólkávirkjun, hafnagerð, jarðrækt hjá bændum og snjómokstur, einkum á fjallvegum vor og haust. Það var svo í einni af þeim fjölmörgu ferðum inn í Djúp í vegagerð að Ási brá sér á skemmtun sem átti eftir að verða örlaga atburður í lífi hans, þar sem hann kynntist eftirlifandi eiginkonu sinni, Gerðu Helgu Pétursdóttur frá Engidal, en í viðtali sem birtist við Ása í Bæjarins Besta árið 2012 segir hann svo sjálfur frá. Árið 1954 var ég að vinna á Súgandafjarðarýtunni í Ísafjarðardjúpi ásamt Guðmundi Þorlákssyni. Þá var einhver hátíð í Reykjanesi sem við vegavinnu kallar sóttum. Þar voru margar ungar stúlkur frá Ísafirði og Gerða var ein af þeim. Ég bauð inn í dans og við kynntumst lítillega á þessu balli. Það var þó ekki mikið úr kynnum okkar þá, af því að hún tilkynnti mér að pabbi sinn hefði beðið hann að vara sig á strákonum. Árið eftir erum við enn í vegavinnu í Djúpinu og förum á sömu skemmtun í Reykjanesi. Þá var nú komið annar hljóð í strokkin, segir Ásvaldur og hlær. Reykjanes er sem sagt örlagastaður okkar, en veturinn var ég við vinnu í skipasmíðastöðinu hjá Marsellíusi og þá feldum við hugi saman og verið samferða í gegnum lífið síðan þá. Ási og Gerða hófu sína sambúð á heimili foreldra Gerðu í Engidal, en í fyrstu ferð hennar með Ása út á Ingjaldssand þann 1. júlí 1956 gerðu þau stutt stopp á Sandsheiðinni til að trúlofa sig og setja upp hringana. Þau gengu svo í hjónaband þann 14. október árið 1961. Ásvaldur og Gerða eignuðust 3 syni sem eru í aldursröð. Pétur Ingi, eiginkona hans er Rebekka Jóhanna Pálsdóttir, dætur þeirra eru Linda Björk og Gerða Helga.
Dóttir Péturs Kristín Guðmunda. Guðmundur Kristinn, sambýliskona hans, Unnur Kornett Bjarnadóttir. Börn þeirra Unnar Kristinn sem látin og Ásrós Helga. Þá gekk Guðmundur sonum Unnara fyrra hjónabandi í föðurstað, en þeir Guðmundur Heiðar, Ívar Már, Svanberg Rúnar og Ástvaldur. Sigurður Brynjar, eiginkona hans Árný Einarsdóttir og börn þeirra Sigrún Jónína, Stefanía Rún, Guðlaug Brynja og Einar Ásvaldur. Barnabörn Ásvaldar og Gerðu svo orðin 18 að tölu. Þau Ásvaldur og Gerða hófu svo búskap í Ástúni með foreldrum hans, en tóku síðar alfarið við jörðinni og voru með búskap í Ástúni til ársins 1989. Þá var Ási barnakennari á Ingjaldssandi á árunum 1970 til 77, auk þess sem hann starfaði á Ítum meðfram búskapnum eins og áður gat. Sjálfur sagði hann að það hefði verið honum til happs að Gerða var vön öllum bústörfum úr sinni æsku, því oft hvíldi búskapurinn meira á hennar herðum en hans. Þegar Ása bauðst að taka við starfi staðarhaldara á Núpi í Dýrafirði, hafði fækkað verulega fólki á Ingjaldssandi og svo fór að hann tók starfinu, brá búi og flutti á Núpi og bjuggu þau þar til ársins 2019. Ásvaldur var með eindæmum félagslyndur maður og félagslega þenkjandi. Hann sat í hreppsnefnd Mýrarhrepps frá árinu 1962 til 96 og var oddviti síðustu 6 árin. Hann var formaður skólanefndar Mýrarhrepps allangt skeið og formaður skólanefndar Héraðsskólans að Núpi í áratug, sat í fræðslunefnd Vestfjarða í nokkur ár, var stjórnarformaður Kaupfélags Aunfirðinga árabil, hann sat í stjórn Slátufélagsins Barða HF á Þingeyri til nokkur ára, hann var stjórnarformaður Sparisjóðs Mýrarhrepps frá 1984 til 1995 og í stjórn Sparisjóðs Þingeyrarhrepps. Þá var hann í stjórn Ungmennafélagsins Vorblóms á Ingjaldssandi frá 1964 og stjórn Héraðssamband Vestur Ísfirðinga í rúman áratug. Hann var félagi í Harmonikufélagi Vestfjarða frá stofnun þess og í stjórn í 18 ár og heiðarsfélagi frá 2015. Einnig var hann í félagsskapnum Harmonikukallarnir og Lóa í Dýrafirði. Svo má auðvitað ekki gleyma því að hann sat í stjórn Framsóknarfélag Ísafjarðarbæjar frá 1997. En leið og hann flutti á Hlíf 2 hér á Ísafirði var hann kosinn formaður húsfélagsins. Þessi langa upptalning hinna ýmsu félags- og trúnaðarstarfa ættu að vera ókunnugum góð vísbending hvaða og hvernig mann Ásvaldur Ingi hafði að geyma. Hann var maður samvinnu og samtakamáttar, enda uppalinn í samfélagi sem treysti á og byggðist upp á samvinnu. Hann var bóngóður og kom sér aldrei undan neinu. Kunni ekki að segja nei ef hann var beðinn að leggja málefni eða verkefni lið sitt. Það má auðvitað ekki gleyma í þessari upptalningu hans fjölmörgu störfum fyrir söfnuðina á Ingjaldssandi og Núpi. En Ási var til margra ára meðhjálpar í Sæbólskirkju og eftir að hann flutti að Núpi sat hann í sóknarnefnd Núpsóknar, hafði umsjón með kirkju og garði og gegndi síðan starfi sóknarnefndar formanns. Fyrir hönd Íslensku þjóðkirkjunnar þakka ég Ásvaldi hans mikla og óeigingjarna starf í þágu kristni og kirkju í heimabyggð. Leið og ég þakka sjálf fyrir okkar góða og farsæla samstarf undanfarin 12 ár. Eins og áður sagði byrjaði Ásvaldur snemma að reyna sig við harmoniku og fór fljótlega að leika fyrir dansi í sveitinni ásamt Bernharði bróður sínum, en þeir æfðu sig mikið saman og léku. Tækifærunum til þess fækkaði auðvitað eftir að Bernharður flutti suður, en hann kom auðvitað oft vestur á sumrin og þá máttu þeir bræður verla vera að því að heilsast, heldur settust niður með harmonikurnar og spiluðu. Eftir að Bernharður flutti aftur vestur og þeir Ási og Massi, eins og Bernharður var nú gjarnan kallaður af fjölskyldu og vinum, voru sameinaður á ný, og þá áttu þeir svona comeback, eins og sagt frægar hljómsveitir. Ástúnsbræður komu saman á ný og spiluðu á fjölsóttum böllum, meðal annars í Edinborgarhúsinu til margra ára. Ási var rólendismaður, jafngæðja og félagslyndur, yfir máta stundvís og alltaf mættur hálftíma fyrir tilsettan tíma. Hann var vinamargur enda gamansamur og mikill húmoristi. Hann var bóngóður og greiðvikinn.
hafði hlýja og einlæga nærveru sem einkendist af umhyggjusemi, áhuga á fólki og æðruleysi. Hann var alinn upp í ungmannafélagsandanum, þar sem ekki var til siðs að bölva eða hafa styggðaryrði menn, og lagði hann ávallt áherslu á að halda friðinn, þó menn skiptust snart á skoðunum, og halda vinskap við alla sem hann mætti á lífsleiðinni. Hann sagði skemmtilega frá og hafði alveg sérstaklega gaman af því að segja vegagerðar og jarðýtusögur. En sennilega hafa flestir hér heyrt söguna sem hann sagði svo oft þegar hann var á leið til Flateyrar og jarðýta lokaði veginum í Önundarfirði. Ekkert bólað á ítumanninum og Ása leiddist biðin svo hann vippaði sér upp í ítuna og færðana svo hann kæmist leiðar sinnar. Á Flateyri hitti hann vegavinnuverkstjóran sem spurði Ása hvernig í óskupunum hann hefði komist fram hjá ítunni sem væri föst á miðjum veginum. Og Ási svaraði, ég vissi ekki að hún væri föst. Ási og Gerða höfðu afskaplega gaman að því að ferðast saman sér til skemmtunar bæði innanlands og utan. En síðasta stóra ferðin þeirra innanlands með hjólísið var á landsmót harmonikufélaga í Ítölum árið 2019. Í félagsmálastúsi Ása í gegnum tíðuna, sem oft kallaði nú á ferðalög og fundi heima og víða héruð, fór Gerða gjarnan með honum og hafði gaman af. Enda voru þau bæði samhent og samrýnd hjón, sem í sameiningu tókust á við þau fjölmörgu verkefni og áskoranir sem að lífið færði þeim, sem hafa verið ærin á þeim 65 árum sem liðin eru frá því að þau skiptust á hringum upp á Sandsheiði. Í byrjun ágúst kenndi Ási sér ónota í maga og lagðist inn á fjórðungssjúkrahúsi til lækninga. Þó ekkert benti til þess að veikindi hans væru alvarleg, reyndust þau honum megn og eftir viku dvöl á sjúkrahúsinu dró mjög snögglega af honum og hann lést aðfarnótt föstudagsins 13. ágúst síðastliðinn. Þau eru ófá dagsverkin sem eftir Ásvald liggja á þeim rúmu 32.834 dögum sem hann lifði. Og handtökin eru fleiri en hægt að gera sér grein fyrir. Já, það er margs að minnast og það er margt sem vert að muna úr langri og góðri ævi Ása, sem ekki verður komið til skila á afmarkari stund eins og þessari. Dýrmætastar eru minningarnar ykkar, kæru vinir, fjölskyldu hans og ástvina. Minningar alla hans ást, föðurelsku, umhyggju og hugulsemi sem hann veitti ykkur svo ríkulega af og var hans stóra gjöf til ykkar í lífinu. Guð blessi þann ríkulega fjársjóð ykkar af minningum sem að þið eigið og blessuð sé minning Ásvaldar Inga Guðmundssonar frá Ástúni á Ingjaldssandi. Ég flyt ykkur kveðjur frá fjarstöddum ættingjum og vinum. Guðlaug Brynja Sigurðardóttir og unnusti hennar, Jóhann Alexander Viðarsson, ásamt Stefáni Reyr Sveinbjörnssyni, sem öll eru búsett í Svíþjóð, sendi ykkur innilegar kveðjur með þakklæti og hlýhug. Guðjón Ágúst Jónsson í Reykjavík sendir ykkur fjölskyldinu innilega samúðar kveðjur sína og minnist Ása með þakklæti fyrir langa og góða vináttu. Guðmundur Steinar Gunnarsson á Akureyri, samstarfsmaður Ása til margra ára og vinur, sendir ykkur samúðar kveðju með þakklæti fyrir liðna tíð. Mæðginin Elísabet Pétursdóttir og Þór Engholm á Sæból á Ingjaldssandi sendi ykkur innilegar samúðar kveðjur. Guðmundur Hagalinsson frá Hrauni á Ingjaldssandi sendir ykkur fjölskyldunni innilegar samúðar kveðjur og minnist Ása með þakklæti fyrir langa samfylgd í leik og starfi. Bjarni Jóhansen og Margrét Kornett í Þorlákshöfn sendi innilega samúðar kveðju til þín Gerða og fjölskyldunar allrar. Unnur og Kolbeinn í Drammen í Noregi senda ykkur kveðjur sína með þökkum fyrir allar góðar minningar og stundir saman. Systkinin frá Alviðru í Dýrafirði og fjölskyldur þeirra senda innilegar samúðar kveðju til þín Gerða og annarra aðstandenda með þakklæti fyrir samfylgdina í gegnum árin og alla þá vináttu, umhyggju og hlýju sem þið sýndu þeim frá fyrstu bernsku. Birkir Guðmundsson frá Hrauni á Ingjaldssandi sendir eftirfarandi kveðju. Kæri Ási, ég minnist þín í þakklæti og virðingu. Lengi mun minning þín lífa,
Sendið aðstandendum mínar innilegustu samúðarkveðjur. Að lokum hefur hún Gerða beðið mig að segja ykkur að hún og fjölskyldan hefðu svo gjarnan vilja bjóða ykkur að þiggja kaffiveitingar að athöfninni lokinni. En eins og við vitum hefur COVID-faraldurinn gert margar samkomur bæði erfiðar og flóknar í framkvæmd. Og vegna fjölda smita undanfarið treystu þau sér ekki til þess að vera með kaffi, en þakka ykkur öllum innilega fyrir auðsýnda samúð og hlýhug og fyrir að vera með þeim hér í dag á þessari stundu.
hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálparleiti sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum í Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju, en líka leita til þín þegar sorgin knýr dyra. Heyr bænir okkar nú, þegar við felum þér Ásvald Inga Guðmundsson, sem þú hefur kallað til þinnar hvíldar. Við þökkum þér fyrir þá gjöf að hafa kynnst honum. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og gefa þær verði okkur uppspretta gleði og huggunar ókomna framtíð. Styrk okkur sem hér kveðjum og þeirra tárin. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða og varðveit okkur í trúnni á þig, svo við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem að Drottin hefur kennt okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu, en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen.
þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor, Jesú Krist. Amen.